í Hornafirði og ég vil bjóða ykkur kæru gestir sem komið víða af landinu velkomna. Hér eru fulltrúar Vegagerðarinnar, fulltrúar sveitarfélagsins, brúasmiðir og þeir sem tóku þátt í ævintýrinu og ýmsir öræfingar mættir og Hornfirðingar, og hér eru líka tveir þingmenn, Orri, Páll og Andrés. Bara verið velkomin. Það er stór dagur hjá okkur í dag. Ég var 4 ára árið 1974 og eins og margar aðrar fjölskyldur þá fórum við hringinn í kringum landið og það byggðist upp spenningur þegar maður var að koma að þessari miklu brú, og ég man ennþá mjög skýrt þegar við keyrðum við brúna. Ég taldi þá að þetta hlyti að vera allra stærsta mannvirki í heiminum, sko. En núna stendur brúin hérna í raun og veru eins og minnisvarði þá tíma þar sem við vorum stórhuga, og það átti sannarlega við hér í Hornafirði. Og leiðinni hingað í Hofgarð áðan að þá var hann Gauti sem forseti bæjarstjórnar með mér, og hann sagði mér það að foreldrar sínir hefðu opnað hótelið á Höfn 10 árum áður en vegtengingi var komin. Þannig að það var trú á framtíðina þá. En þá var ekki sami fjöldi ferðafólks hérna eins og heimsækir okkur nú, og þá voru enn 10 ári að veginum yrði lokað, að hringnum yrði lokað. Svo heyrði ég líka á hana að skuldabréfið sem var hérna gefið út fyrir brúasmíðinni hafi verið einhverja tæpar 800 milljónir, og ef maður uppreiknar það þá eru það rúmir 7 milljarðar, og þá sjáum við það að 4 tvíbreiðar brýr yfir Hornafjarðarfljótið eru bara kjarakaup. Og hafðu það, Jón Gunnarsson. En þrátt fyrir að það séu 50 ár frá því að þessi aflagða brú var byggð ennþá ýmislegt sem betur má fara. Og í raun og veru finnst mér alveg trillt að fyrir 50 árum hafi menn hugsað fyrir veglínu hérna suður fyrir Svínafell og inn að Farholtsmýri, og hún á samgönguáætlun árið 2029. Þú varst þá til og með. En umferðin til okkar, hún hefur aukist mikið, og jökullinn og okkar einstaka náttúra hefur mikið aðdráttarafl. Og ég ekki viss að margir gerir sér grein fyrir því að fleiri daga ársins umferðin hingað Sandfell meiri heldur en Öxnadal til Akureyrar. Og á hverri einustu nóttu sofa fleiri ferðamenn á hótelum og gistiheimilum hérna í Hornafirði heldur en allir íbúar sveitarfélagsins. Og þá ótalinn sá fjöldi sem fer í gegn, kemur fram og tilbaka eða sefur á eigin vegum á tjaldsvæðum eða í ferðavögnum. Á Hringvegi 1 á Suðurlandi eru í dag 15 einbreiðar brýr, og þar af eru 13 hér í Hornafirði. Og þegar maður hugsar þetta og veltir fyrir sér umferðinni, þá á ég mjög erfitt með að sjá að Akureyringar myndu sætta sig við 13 einbreiðar brýr á leiðinni til sín á þjóðvegi 1. En ég vil samt sem áður, þrátt fyrir að ég sé að brýna þetta, að þá vil ég segja að samstarf okkar við Vegagerðina virkilega gott. Við eigum í miklu samstarfi og samtali, og ég vil þakka starfsfólki Vegagerðarinnar fyrir ákaflega uppbyggileg og jákvæð samskipti við okkur hjá sveitarfélaginu. Þau eru alveg til fyrirmyndar. Og Vegagerðin að vinna eins vel og hún getur úr því fjármagni sem til staðar En mín skoðun samt svo að stjórnvöld verði að stórauka framlög til vegamála. Og það alveg hægt. Og í raun og veru þyrftum við að fara að vinna samgöngusáttmála fyrir landsbyggðina í vegamálum. En þá þurfum við að velta því fyrir okkur, og þetta allt saman mannanna verk, og fjármagn til Vegagerðar og vegbóta líka mannanna verk. En mögulega þurfum við þá að hætta að gera eitthvað sem gaman að gera og fara að gera það sem verður að gera. Ég vil enda þessa tölu hérna og að þakka öllum þeim sem hafa unnið að undirbúningi þessara hátíðar fyrir sitt góða starf. Og núna verða flutt 2 stutt erindi. Síðan ætlar lúðrasveitin okkar, Jói Móra og Kó, að flytja 2 lög. Svo göngum við saman, fylgdu liði, hérna norður fyrir brúastólpa hérna vestast, upp á brú og af hérna fyrstu víkuninni,
En við stöldrum ekkert við þar. Það er lágt handriðið og við tökum enga sénsa. Og við komum svo aftur niður og þá verður örstur dagskrá og svo fáum okkur veitingar. En núna vil ég bjóða henni Pálínu Þorsteinsdóttur frá Svínafelli að koma og segja nokkur orð. Takk fyrir.